Já, komið sæl. Sýnir Egils mættir á þessu sunnudegi sem öllum öðrum. Hér á eftir ætlum við að ræða NATO, öryggismál Íslands og Evrópu og til okkar koma Davíð Stefánsson, formaður Varbergs og Stefán Pálsson, sagnfræðingur og herstöðu andstæðingur, bara mótið her, hver sem hann er. En í vettvang dagsins eru komið til okkar Sigríður Móiðsen frá Samtökum Iðnaðarins, Guðrún Jónsson frá Háskólanum á Bifröst og Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands. Verið velkomnar. Takk fyrir. Hvað ef við lítum á það sem er helst í fréttu vikuna, þá svona sem fjölmiðlamaður, Sigga, mér finnst það er eiginlega svolítið stórt mál. Já, þetta eru ekki góða fréttir. Einhver svartur föstudagur í gær, það ekki. Og þetta er svolítið þannig, þó þetta hljómi kannski ekkit bráðlega stórt að sjónvarpsstöð sé að hætta með sjónvarpsfréttir helgar og ætlar að bæta í á vefnum og bylginu, þá er þetta samt bara einhvern veginn enn eitt áfallið. Það að við skulum ekki geta haldið úti sómasamlegum sjónvarpsfréttum á fleiri en einni stöð er bara óásættanlegt fyrir þetta samfélag. Og fólk talar að línuleg dagskrá sé að hverfa og fólk getur nú náði fréttirnar á netinu og allt þetta, en það er samt áfall einhvern veginn að missa þennan sjónvarpsfréttatímum helgar og bara svona staðfesting á því sem við höfum verið svolítið að halda fram að undanfarna ár og berast fyrir því að almenningur átti sig á því líka og kjörnir fulltrúar að bara umhverfið í fjölmiðlum núna, ekki bara á Íslandi, heldur bara allan heim, er svo breytt að á meðan við erum að sigla í gegnum þetta ástand sem ég vona innilega verði bara tímabundið og meðan fjölmiðlar og almenningur er að átta sig á því hvað þarf að gera til þess að styðja við fjölmiðlana þannig geti orðið sjálfbærir. En á meðan þessu umbreytingatímabili stendur að þurfa að finna lausnir og ég hef nú séð svolítið umræðu um það hvort að þetta sé örugglega rétta leiðin til þess að bjarga rekstri Sýnar að segja upp 4 starfsmönnum á gólfinu og fréttastofunni og það sé kannski stóra púsliðin í myndinu og fólki efastekkunin það, en það er ekki okkar sem að berjast fyrir frjálsri fjölmiðlum og blaðamennsku að dæma. Við verðum bara að treysta því að fólki í brúnni sé að reka fyrirtækin sín af heilindum og taka ákvarðanir sem eru bestar hverju sinni fyrir fyrirtækin. Og ég trúi ekki öðru en að stjórnendur Sýnar átti sig á því hversu dýrmætt fjörrek þeir eru með í höndunum með þessa fréttastofu sem er bara búin að vera starfandi í 40 ár og bara svona hluti af þjóðasálinni. Þannig að mér finnst þetta bara mjög erfitt og sorglegt. Að þetta skrifður að sé bara upphafið að... Já, segja það, bara berum orðum og svona ég óttast það svo sem að þessi stjórnendur, núverandi stjórnendur beri kannski ekkit alveg eins mikið skynbragð á það og margir sem hafa verið þar á undan þeim hversu mikilvæg þessi stofnun er, fréttastöðar 2 við Íslands og Bylgjunar sem heitir núna fréttastofa Sýnar. Þannig að ég vona bara að ég heyrði nú að fólki sem var svo brjálað í gær að ætla að segja upp Sýn. Þannig að kannski kemur þetta bara í baki á þeim, kannski bakkaðu með þetta sem ég vona öllu hjarta. En ég bara kalla óskafti því að almenningur bara láti sér heyra og bara stígu fram og kalli eftir samstöðu með í samfélaginu það að við áttum okkur öll á mikilvægi fjölmiðla og stöndum við baki á þeim. Smári, þú hefur verið að skrifa það að það geti ekki verið að fréttastofan sé rekið við tapi. Geti ekki verið? Nei, þessi tími... Fréttatíminn er búin að vera rekið með tapi frá upphafi. Nú, ég viðskilið skrifið. Já, þetta byrjaði, það er náttúrulega seinni hluti í síðustu aldar að þá voru dæmi það að einkafyrirtæki var að reka almenningsþjónustu
eins og stóru dagblöðin okkar fleira. Það var vegna þess að það var svona einokun á dreifingu, bæði í útvarpi og sjónvarpi í analógnum. Það var bara takmörku burðargeta í loftinu, en það breytist með digital dreifingu. En dagblöðin voru svona líka, vegna þess að það svona í eðli dagblaða að það verður yfirleitt bara eitt stórt blað á hverju svæði. Aftenpostin í Noregi, Vostopost í Washington og þar þið þekkið þetta bara. Og þetta gaf fyrirtækjunum mikla tekjur og þau gátu veitt almanna þjónustu og þetta business model hélt. Þetta brost síðan á svona síðustu aldar og endanlega hruni núna. Ástæðan fyrir því að Fréttastofa stöð 2 var til að það var byggt á það kallað Canal Plus módelið. Það hefur verið semst áskriftarstöð sem hefur opin glugga. Rekur þar fréttir og svona current affairs sem þetta kallað, sem hefur einn almennasta áhuga út í samfélagið til þess að draga fólk að áskrift. Þetta er kynningagluggi og þú getur náttúrulega aflað einhverja auglýsingatekna frá öðrum þarna inni en aldrei til þess að standa undir fréttastofu því það þekkist hvergi í heiminum að það er að reka fréttastofu fyrir auglýsingatekjur. Í samkeppni, það bara hvergi verið. Þannig að Stöð 2 mat þetta þannig að það var hægt að reka þetta með tapi, en tapi var náttúrulega bara fjárfesting til þess að hafa aðgengi að áhorfendum til þess að selja þeim áskrift. Ég stýrði þessu fyrirtæki 2005 og 2006 og ég fór þá og skoðaði langa tíma, ég held ég að verið aftur fyrir 1990 og meðtali var þetta rekið þá með 200 milljóna króna tapi sem eru svona 500 milljóna króna tapi ár. Á verðlagi dagsins. Það er engin vend að réttlæta það á þeim tíma og allan hennan tíma vegna þess að þetta er svona, ég reiknaði þetta að vera svona svipað og að kaupa auglýsingar á RÚV fyrir 2,5 mínútu sem kostnaður við þetta, sem er tapið og við vorum með 56.000 áskrifendur manni að sló upp í eitt hausti þegar við vorum að safna áskrifendum og það er á núvirði er það svona 1100 milljónir þannig að og 42 milljónir væri þá tapið á dag og á mánuði á fréttastofunni og það er bara 3,1% markaðskostnaður miðað við væntar tekjur. Bara þetta var business modelið. Síðan gerist það að bæði það að fréttir hafi ekki þetta sama aðdráttarafl. Þarna var áhorfið á fréttina 34%, nú er það 17%. Þannig að fjárfestingin verður ekki eins góð og svo náttúrulega Sýn núna búið að yfirgefa það að vera að selja áskriftir miklu meira heldur en áður var. Bæði í fjölda og í uppæð og í vörupökkum. Nú eru þeir bara í öðru. Þannig að það er erfitt að kannski sjá fyrir að Sýn haldi út í fréttastofu bara til þess að haldi út í eigin kynningarefni. Þannig að business model hefur bara breyst og það er engin leið á því að ríki renni sér inn til þess að laga eitthvað business model sem að raunverulega eigendurnir hafa yfirgefið. Núna segja þeir að alltaf reka þetta þannig að fréttastofa verður að lifa á þeim tekjum sem þeir afla inn í þennan glugga og það er ekki nokkuð séns. Ég held að eftir jólavertíðina þá lokir þessu bara. Miðað við það sem er að segja núna því það er ekki nema að verði sett lög á Alþingi stötu fyrir jól að fréttastofa Stöð 2 fái 500 milljónir frá ríkinu eða eitthvað til þess að halda út í fréttastofun eins og við munum eftir henni fyrir 20 árum, hún er náttúrulega miklu veikari núna. Þannig að þetta er bara ákvörðun, bæði er þetta bara breytingar sem eru óhjákvæmilegar og þá verður við bara að finna einhverja aðra tegund af fjölmiðlum. Það er ekki þar með að við getum verið að láta ríkið laga föllin business model. Það er bara vitlaust það sem við gera. Það er bara að kasta peningum og nýta það mjög illa. Þannig að við höfum að bara búa til hvernig ætlum við að hafa almenna umræðu eins og við erum hér og fréttir í samfélaginu í dag. Þórhallur Gunnarsson sem hefur nú verið þarna lengi innsti koppur í búri þannig til fyrir nokkrum, bara 2 árum held ég hætti. Hann var nú að segja það á Facebook í gær og fyrradag að hann var algjörlega ósammála einmitt bara því sem þú ert að segja og líka það sem stjórnendur að segja að fréttastofan sé ekki sjálfbær. Hann vil meina það að hún sé það og væri vel hægt að reka þessa fréttastofu í Plus. Og það er bara að ráða hann. Já, en það væri bara svo áhugavert að sjá þessar tölur bara fyrir fólk sem er að fjalla þessi mál, að sjá, er þetta strípaður kostnaður við fréttastofunni í heild sinni, hver er kostnaðurinn og hver var miðað við til að mynda
hver hann var. Já, en er þetta hann að við séum bara að horfa á annars eða sko eitt dagblað og einu sjónvarpsstöð? Nei, ég held að menn þurfa að horfa, ég tek nú undir það sem að Gunnar Smári að segja, sko, þetta er viðskiptalíkan sem að virðist ekki vera að ganga upp í dag með við samkeppnina hvernig hún er og ég held að þau að sko ráðast frekar rót vandans og hugsa kerfið í heild sinni, sérstaklega ef að stjórnvöld ætla að koma að því máli. Ég meina, ég kalla bara eftir því að akkur ekki Evrópusambandi komið með sko Eurobook í staðin fyrir Facebook. Við erum bara að leggja í hendurnar sko framtíð lýðræðis og allt þetta stóra sem við byggjum líf okkur á í hendurnar á örfáum einstaklingum sem að ráða í rauninni ríkjum á þessum markaði núna. Og það eru þessi streymisveitur eða hvað skal segja hérna social media eða félagsnetin sko og bara út frá í öryggiskyni bæði að reyna að halda úti þá Icebook eða Eurobook sem að getur þá með réttu sko innheimt skatta eins og eðlilegt er og jafna stöðuna þannig. Já. Sigríður. Já, þetta mál stendur mér nú alveg nokkuð nærri. Sýn er félagsmaður Samtaka iðnaðarins og ég starfaði þarna á fréttastofu Stöð 2 því ég var aðeins yngri en ég er í dag, nokkur ára skeið og þykir rosalega vænt fréttastofu Stöð 2, Sýnar. Og margir sem nokkrir af þeir sem eru þarna ennþá voru mínir samstarfsfélagar og ég man líka bara svona að því að þetta snerti tilfinningar okkar held ég flestra. Það er bara fréttastofa RÚV og fréttastofa Stöð 2 bara frá því í æsku að þetta voru svona fastagestir inn á heimilinu, Kristján Már Unnarsson og Haukur Hólm og Edda Andrésdóttir, Logi Bergmann og ég man þegar ég byrjaði þarna fyrsta dæmin þá var ég svona hálf starstruck og mjög feimin að því ég var einhvern veginn að hitta allar stjörnurnar mínar úr æsku því ég fylgdist mikið með fréttum því ég var ung líka. Þannig að þetta snertir svona ákveðna taugar hjá mér en fyrir utan það og ég held að reyndar að sko og bera sjálfsögðu fullt traust í stjórnenda félagsins og þau eru auðvitað bara taka mjög erfiðar en líklega nauðsynlegar ákvarðanir. Ráðherra menningar, háskóla og nýsköpunar sem að Logi hefur boðað aðgerðir núna á næstu dögum sem skilst að fara inn í allan fyrir ríkisstjórn mögulega í næstu viku. Og við bindum auðvitað vonir við að það komi eitthvað almennilegt út úr því. Hins vegar þarf auðvitað að vera sjálfbært til lengri tíma og eins og Gunnar Smári bendir á að þá gengur ekki endilega að halda bara áfram einhverju ríkisstyrkja leið ef að sko kerfið sjálft er brotið og þar auðvitað verðum við að horfa á stöð RÚV. Það er algjörlega óumflýjanlegt að horfa á þá meðgjöf sem RÚV fær ofan að það að vera á virtu auglýsingamarkaði og í þessari samkeppni og við hljótum að þurfa eða ekki við, heldur bara pólitíkin, ráðherra og ríkisstjórnin hljóta þurfa að horfa á þennan markað í einhverju heildarsamhengi. Svo náttúrulega stuldur og efni eru þetta orðið mjög rótgróin inn í kerfinu. Svíjar og fleiri nágrannaríki okkar hafa farið ákveðnar leiðir í þeim efnum þó þú getur auðvitað aldrei komið algjörlega í veg fyrir það. En það auðvitað spila líka inn í við rekstur og sjónvarpsstöðvum og við höfum stutt til dæmis streymisveituskatt en auðvitað á hann að vera þá í þágu innlendrar framleiðslu og kostnað þá erlendrar og það er mál sem að til dæmis byrjar meðal annars hjá sambandi íslenskra kvikmyndaframleiðenda sem eiga mjög erfitt með að keppa við þessar streymisveitur og þessar innlendu framleiðendur. Þannig að það eru mjög mörg púsl í þessari stóru mynd. Ég held að meirihluti þjóðarinnar, þó við getum ekki talað fyrir hönd meirihluta þjóðarinnar en bara því að heyrið umræðina hérna og okkur eru öllum annt að það er mjög mikilvægt aðhald í því að vera með tvær öflugar sterkar fréttastofur í landinu, sjónvarpsfréttastofur og þetta er öðruvísi miðlun og efni heldur en podcast eða blöð og vefmiðlar og þetta vísir náttúrulega gríðarlega mikilvæg líka en ég man til dæmis í þegar ég var á sínum tíma rétt eftir bankahrunið að þá var aðhaldið og samkeppnin á milli RÚV og Stöð 2 skiptir rosalega miklu máli í umfjöllun helstu þjóðfélagsmál í erfiðum og flóknum málum sem þjóðum var að glíma við eftir hrun að þá var mikið aðhald á báða bóa og það var vegna samkeppninar á milli, þú veist, myndi því þekki þetta bara hver eru undan með skúbbið og hver eru öflugur í fréttastofa þannig að þessi samkeppni skiptir líka máli fyrir bara lýðræðislega umræðu og svo framvegis. Þetta er svona mín 5 cent þetta. Það viljum margir tala Nei, mér er bara svo áhugavert að umræðan stöðu fjölmiðla og stöðu einkarekinna miðla og bara stöðu fjölmiðla á Íslandi almennt skuli alltaf fara yfir í það að ræða RÚV og auglýsingamarkaði vegna þess að það er bara ég myndi setja það í svona 7. sæti þegar við teljum upp vandamálin sem íslenski fjölmiðlar er að glíma við og ég sé ekki alveg hvernig það að takmarka sölu RÚV og auglýsingamarkaði eigi að bjarga öðrum miðlum þegar við erum að horfa á
upphæðina sem að við erum að horfa eftir úr landi, við erum að tala um 15 milljarða á ári sem að fara til erlendra samfélagsmiðla og erlendra tæknirisa eins og Google og Facebook sem að voru inn í íslenska kerfinu bara fyrir örfáum árum. 15 milljarða, ímyndið ykkur hvað við getum gert mikið fyrir þann pening. Þannig það stóra máli sem að þarf að taka á núna. Ekki einhverjum 200-300 milljónir auglýsingu sem hægt að plokka af RÚV. Það þarf að byrja á því. Við þurfum að innheimta virðisaukaskatt af þessum auglýsingum sem verið að selja hér á landi. Það þarf að láta þær tekjur, það eru bara 4-5 milljarðar sem að þarna þetta ná í mjög auðveldlega, þú veist þetta ekki auðveldlega en eðlilega og við höfum heimild til þess. Svo eru leiðir eins og Austurríkismenn hafa sett 5% digitalskatt á alla stafræna miðla, samfélagsmiðlana líka sem að renna inn í pott eins og pottur sem við þekkjum til styrktar einkareknum miðlum og þetta eru gríðarlegar upphæðir. Í RÚV að segja auglýsingar fyrir 2,5 milljarða ári eitthvað svo liðs og sko allir sem að þekkja til vita það að auglýsingar í sjónvarpi og útvarpi og RÚV ekki að fara að birtast á mbl.is. Þannig að þetta ekkert að fara að laga stöðu þessara miðla. Kannski gera það eitthvað fyrir sín og það verður bara frábært, en þetta ekki stóra máli. Nei, Guðrún, þú... Nei, ég held að sko, ég alveg sammála stöllum mínum hérna að beggja vegna við mig að bæði samkeppnin mjög mikilvæg og að það sé skoðanaskipti heilbrigð í almennri umræðu og fjölmiðlum. En því miður þá bara erum við á svona sko umbreytingarskeiði núna á öllum vígstöðum eiginlega og þetta eitt af því sem hvað mikilvægast ef við viljum halda úti þeim vestrænum samfélagum eins og við þekkja þau. Þetta bara virkilega mikilvægt. Þetta sko þetta bara einn algjörlega hornsteinninn af því hvernig við rekum samfélag sem eru réttlát og sanngjörn. Þetta hryllingsmynd sko, ef það eitt dagblað og ein sjónvarpsstöð. En við megum líka ekki gleyma því, við erum að tala þessa ríkistyrkja, þeir segja eitthvað svo hræðilegir og ég skil ekki alveg hvaðan svo umræða kemur. Ég var nú ekki að segja það. Nei, ekki bara þú, heldur bara í samfélaginu, bara eins og það sé bara, þá sérstu búin að eignast umfjallunar efnu, eignast blaðamenn og öll hinn Norðurlöndin nema Finnland sem enda með óbúslega sterkan ríkismiðl og bara sterka fjölmiðla hafa bara, ég held 40-50 ára skeið verið með þetta kerfi við lýði hjá sér. Það sem að þau líta á styrki til einkarekinna fjölmiðla ekki sem rekstrastyrki til einkarekinna fjölmiðla fyrirtækja heldur lýðræðisstyrkur til borgara. Vegna þeir eru bara sammála stjórnmálafólkið og almenningur þverpólitísk og samfélagslega sátt mikilvægi fjölmiðla fyrir lýðræðislega umræðu og eftir að breytingarnar hófust í þetta tímabil sem að Smári var að vísa til hérna áðan þegar að auglýsingatekjur hættu að duga fyrir rekstri þegar bara löngu áður en það hófst áttuðu sig á því að það væri mjög eðlilegt rétt að styrkja miðla til þess að geta sinnt þessari lýðræðislegu umræðu og tryggja að fjölmiðlun sé fjölradda. Það sé ekki bara ein útvarpsstöð og eitt dagblað. Við þurfum margar raddir. Við þekkjum nú bara hér og það einn af ástæðunum fyrir því að þessi stöðir í loftinu þörf á því að fá fleiri raddir. Já, þú ert að tala samstöðuna. Já. En ég held að sko umræðan ríkisstyrkina, við höfum stutt það að sjálfsögðu heilt yfir. Ég held bara að það þarf að taka líka RÚV inn í þá mynd. Það kannski það sem ég var að benda. Ég hef ekki trúið því að þú bætir einkarekna miðla með því að veikja RÚV. Nei. Ég myndi í þessari svona hættu ástandi sem við erum núna, það er mjög varasamt að ætla að byrja á því að veikja RÚV. Því að við gætum bara mist eða þannig við ættum eiginlega engan vettvang. Við höfum frekar að gera kröfu á RÚV standi sig, að þar sé svona einhver svona þjóðfundur sem reglulega, það sem mikilvæg mál eru tekin til umræðu og við erum upplýst RÚV verður að standa sína skyldu. Ég held að það sé ekki snjallt að ætla að byrja á því að brjóta hnésskilnanar á RÚV og svo allir að hlaupa
og ekki kemst í mark, sko. Sko, Blaðamannafélagið er alveg hlynnt því að taka RÚV á auglýsingamarkað og eina ástæðan fyrir því er svo við getum hætt að tala RÚV vegna þess að eyðileggur alla umræðu fjölmiðla á Íslandi. En þá þarf að bæta upp tekjutækið vegna þess að eins og þú ert að segja Smári, það bara má ekki veikja RÚV. En það er hins vegar margar leiðir sem er að fara til þess að RÚV getur orðið svona einhvers konar stofnun sem styður við einkarekna miðla. Norðmenn hafa farið þá leið frá því 2018 var sett inn lög hjá þeim ríkisútvarpið þeirra að NRK þeirra RÚV ætti að stuðla fjölbreytni í fjölmiðlum í Noregi. Og þau ákvaða að túlka það þannig að hlutverk NRK væri það að styðja við í rauninni bara starfsemi, ekki rekstur, heldur starfsemi einkarekinna miðla, sérstaklega út á landi með því að veita þeim ókeypis aðgang að öllu efni sem NRK býr til. Við eigum þetta efni, þetta er efni okkar þjóðarinnar, þannig að auðvitað eigum að miðla því í þágu okkar allra. Þeir veita aðgang að beinum útsendingum, endurgjaldslaust, auðvitað er þess getið hvaðan útsendingan er að koma. Þeir eru með námskeið fyrir blaðamenn á minni miðlum, þeir eru með taka þátt í rekstri og starfsemi svona fact-checking desk sem stærstu fjölmiðlarnir reka saman og þeir eru líka með svona rannsóknarblaðamennsku miðstöð, þar sem að þeirra öflugu reyndu rannsóknarblaðamenn taka á móti blaðamönnum og minni miðlum með stór mál sem þeir ráð kannski ekki við að vinna sjálfir og vinna þessi mál með þeim og halda námskeið í rannsóknarblaðamennsku og góðri blaðamennsku. Allt þetta gæti RÚV gert og miklu meira. Þetta er það sem við eigum að vera að tala þegar við ræðum RÚV en ekki hvernig við eigum að takmarka sölu auglýsinga. Það skiptir engu máli í stóra samhenginu. Fókus RÚV er reyndar aðeins svo mikið á auglýsingasölu. Ég var að tala Stöð 2 í gamla daga, þá var þið kannast við að vera búið til Idol eða eitthvað sem átt að draga alla inn. RÚV lætur svolítið svona með handboltamótin í janúar, með Eurovision og eitthvað svona stór viðburði, reyna að safna inn auglýsingatekjum, eins og sé að safna áskrifendum og eru með svona fókus eins og svona mjög kommersial stöð sem ég held að mætti alveg draga úr og taka aftur upp svona samfélagslega skildu að lýðræðislegt samfélag verður að hafa eitthvað svona, ég vil kalla þetta þjóðfunda, kannski hljóma leiðilega, en það sem að við getum verið að ræða mál, að greina þau, koma að málum þar sem að við erum að horfa á vandan í samfélaginu í staðin fyrir eins og hefur verið tilneying í þessu fjölmiðlungari sem við lifum í núna, þar sem allt er orðið svo stutt að það verður alltaf að vera fölsk myndaði, við höfum raunverulega bara 2 kosti að velja, stundum er þetta kannski bara miðflokkurinn og samfylkingin eða þú veist, Evrópusambandið ekki, eins og við eigum ekkert að fá að í lýðræðislegu samfélagi að skoða á bakvið það, hver er staðan, hvernig á ég að taka afstöðu sem upplýstur borgar í þessu samfélagi hver afstæða mín er. Ég gera það ekki með því að hlusta og fólk neggja hvort á annað í einhverjum kappræðum alltaf. En sko, svo getum við bara eitt varandi þessa auglýsingasölu RÚV. Við getum líka bara algjörlega hugsa út fyrir kassan. Við getum hort á þessar auglýsingar sem að eru hérna í kerfinu á Íslandi. Eins og bara fiskin í sjónum. Þetta er bara auðlind sem að RÚV bara með staðsta íslenska togaran og bara veiði bara mest af þessu. En ef að hann hættir að veiða, þessi togari, og það er engir aðrir að fara að veiða þennan fisk, þá syndur hann bara út úr lögsögunum og eitthvað annað. En ef við ætlum að nýta þessu auðlind og virkja þennan togara áfram, akkur tökum við ekki bara tekjurnar sem RÚV selur af auglýsingum, fær af auglýsingum og deilum þeim niður á aðra miðla. Þá erum við ekki að láta þennan fisk, þessa fisktorfu synda inn í einhverja En skattu keyptu togaran, umrættan togara samt sko, með fullu. En það er hægt að hugsa þetta bara alls konar. Grípa sko, hérna í umræðan held ég sé mjög mikilvægt að reyna að fjarlæga okkur frá sko merkjum og nöfnum og horfa á kerfið í heild sinni og bara góð lýsing þarna með hérna auðlindina, mér finnst það mjög gott. Og í þessari hugsun þurfum við þá líka að spyrja ykkur sko, það er hérna ríkisstyrktum fjölmiðla fullu ásamt sko hérna tekjum frá einkaaðilum sem að auglýsa á miðlinum, en það þarf líka ef leið og ríkið kemur með styðning og styrk til einkaaðila, þá verður að gera kröfur og þá einkaaðila að þeir fari ákveðið með það fé.
og með ákveðnum hætti er ekki hægt að styrkja sko hagsmunasamtök eða eina rödd í samfélaginu sem getur bara gagnrýnislaust sko haldið út í sínu mannflutningi á kostnað almennings. Það er ekki boði. Það er samt gert, ríkið styrkir ýmis hagsmunasamtök. Bændasamtökin eru með blað. Það er bara erfitt að sjá það í fréttaumfjöllun sko þegar maður fer bara yfir. Og kvótaeigendur eiga Moggann, ég held að viti það ríkið styrt. Kvótaeigendur eiga Moggann, auðvitað fólk á Íslandi og þeir fá 125 milljónir í fyrrhaldi. Já, það er það sem ég er svo sem að vísa til, en þetta er bara, ég held að sé bara virkilega verðugt verkefni hérna framöndan sko og stjórnvöld verður þar að koma að með ákveðnum hætti. Aðeins hætti. skjóti einu því að vera að tala um Noreg. Fyrsta skipti sem ég heyrði af svona styrkjum og er búin að vera í blaðamennsku lengi, það var í Noregi og þá var það þannig að til þess að vega upp á mótið sem var að lýsa áðan að það er svona tilneyingi auglýsingamarkaði að sá stæðsti tekur eiginlega sko 80% og hinir lifa bara á mólum. Að þá styrkjakerfið þeirra var það að styrkja númer 2 og 3 á hverju markaði til þess að tryggja það séu margar raddir, ekki bara í sjálfu sér að sé ykkur fjölmiðlum, heldur verðum við að hafa, ef við trúum á breytt, opið, lýðræðislegt samfélag, valddrift, þar sem öll sjónarmið, þú veist, eru upp á borðinu, þá verðum við að tryggja það sé mjög mikil breytt í umfjöllunni. Þú veist, bara í Danmörku eru 120 frétta viku tímarit. Þannig að númer 2 og 3, við erum alltaf með númer 2 og 3, við erum eins og fá að miðla. Þannig að við getum ekki, konseptið og hugsjónin að styrkja númer 2 er á þeim forsendum að númer 1 er að skila hagnaði. Og við erum ekki þar, hvort sem það er vegna þess að fyrirtækinu er illa rekin, ég get ekki dæmt það, en bara vegna þess að markaðurinn er svo Nei, ég verð að segja þetta því að það var verið að tala hérna um Moggann og fleiri sem að náttúrulega nota svona stöðu sína til þess að ég held að borgi 1 milljón á dag með blaðinu sem að kemur náttúrulega inn í veltuna og svo borgar ríkið á móti þessu. Þannig að það er svona hugmynd frá ríkinu að þeir verði bara að borga í takt við að hvernig markaðurinn gerir sem að stóru hluti eru auglýsendur, stóru hluti eru einhver svona sugar daddies sem að halda út í fjölmiðlunum. En ríki verður að stíga fram og segja hvernig viljum við hafa fjölmiðlana? Ekki það að segja við megum ekki hafa neina skoðun á því, við verðum bara að gera eins og markaðurinn. Það er bara það sama og láta ríku kallan að fá allan peningin sko. Það er það, svo er eitt líka, þetta er alltaf til eins ás í senn sko. Ekki lengur. Það var breytað í nú. Já, það er því verið breytt núna. Já, þetta sem hann opinberar í vikunni sem er að byrja. Öllu líkindum mun að breyta því. Já, það er búið að gefa það út að það verður svona langtíma það verður að vera fyrirsjónleiki í þessu sko. Já, það er ekki verið sko frá upphafi. Nei, einmitt. Það er frálegt að þetta hafi verið notað sem eitthvað pólitískt bitbein á Alþingi í vor og bara skammarlegt. Það er mjög líklega verður þetta of lítið og seint sem að verður kynnt því miður. Man óttast það, en við skulum bara vera vongóð. Ég held að þetta maður reyna það. En pólitíkinni, hvað ef við fyrir bara úr þessu yfir í pólitíkina, hvað er að gerast? Ég er náttúrulega bara svo fixur á þessa fjölmiðla, þannig að ég er bara mjög spennt að sjá hvað er í þessum tillögum og hvernig sko hinir stjórnarflokkarnir bregðast við vegna þess að allan og svona samkvæmt mínum upplýsingum er ekkert brjálæðislega mikill áhugi hjá öðrum flokkum með samfylkinginni þessari ríkisstjórn að gera eitthvað fyrir fjölmiðla, en ég neita að trúa því fyrir en ég sé það. Þannig ég ætla að gefa þeim það að njóta vafans þangað til annað kemur í ljós. Bara ég trúi því ekki. Stór máli í gangi. Það er náttúrulega öryggismálin. NATO er á miklu tíma mótu, við ræðum það hérna á eftir. Evrópa komst á dagskrá og með miklu svona flugvellarsýningu. En ég held að þetta sé svona, við munum vera að ræða Evrópu næstu mánuði, eiginlega fram að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Leikskólamálin finnst mér mjög spennandi, draga svona fram átök jafnvel innan eða í kringum kvennahreyfinguna og svona mið. Þannig mér finnst að sömuleyti að vera mörg svona húsnæðismálin eru náttúrulega öllum orðið ljósa það húsnæðisstefna sem er núna það dugar ekki einhverju plástrar til þess að laga þetta það þarf eitthvað, við verðum á húsnæðiskerfi sem að tryggir almenningi ódýrt og örugt húsnæði ekki, það er bara þriðjungur fólks sem er þjáist út af göllum húsnæðiskerfisins Hvað heldur sem bara 130.000 manns, þetta er helsta vandamáli í þeirra lífi húsnæðiskerfið. Og sama tíma eigum við sko bara ofgnótt af nýjum
íbúðum sem að fólk vil bara ekki kaupa. Það bara alltaf dýrar. Já. Vaxtastigið náttúrulega hluti af vandamálinu. Ha. Vaxtastigið hérna, hluti af Já, þessu vandamáli, bæði elli- hvað var það framkvæmdakostnað og líka kostnað á lánum fyrir fólk. Þannig að þetta ber alltaf saman brunni. Við getum þessuna í þessu samhengi líka rætt Evrópusambandi og hvað áhrif það myndi hafa bara bein áhrif á húsnæðismarkaðin vegna þess að bara fjármagnskostnaður myndi lækka. Já. En að við áttum að tala um hérna okri sem hefur verið, að því að lóðirnar skiptum eigendur og alltaf hækkatalan sem að íbúð kaupendunum þurfa svo að greiða. Elliði Vignisson hann skrifar og segir að sambærilegri íbúð í Þorlákshöfn og Reykjavík þá munar 34 milljónum. Og það er svolítið mikið spenningur. Er þetta vegna þess að lóðir skipta eigendur kannski til þess að Það er gammalt frasi hjá fasteignabröskurum í Bandaríkjunum. Það er 3 atriði sem skipta máli varðandi fasteignir. Location, location, location. Kannski snýst þetta um það að fólk vil frekar búa í Reykjavík heldur en Þorlákshöfn. Já, við hjá samtökum iðnaðarins, þó ég sé nú ekki með þennan málaflokk, en við birtum greiningu núna í vikunni sem leið, sem er að líða, á sem sagt hækkun á gjöldum og gatnagerðargjöldum og fleiri sem að hækka kostnað við byggingu íbúða. Þannig að það getur líka verið ein af ástæðunum. Þannig að það er meira braska með lóðir á höfuðborgarsvæðinu heldur en við erum ekki með svona Heklureit og Höfða á Þorlákshöfn, þar sem að fólk er búið að taka fleiri milljarða út í braskinu sem er leggst á íbúðunar. Já, ég held að það er fjölmargir þættir sem að koma þarna að, þú veist, það er bara gæði húsnæðis og hvað það staðsett, það útsýni, ekki útsýni, hvað er þjónustæði kring og svo framvegis og svo bara launastig, þetta er helst í hendur líka og fjölmargir þættir sem koma þarna og þetta er ekki einfalt að ráðast á þetta og ég held að lengi hefur mann kannski beðið eftir því að það verði endurreisn á þessu félagslega kerfi af því við vitum auðvitað að fólk er ekki jafnt og hefur ekki nýtir ekki sömu tækifæri þannig að vissulega ef við viljum hafa þannig samfélag þá þurfum við að hugsa um það en hins vegar er þetta bara líka hluti af stærri þróun að húsnæði hefur orðið svona eignaflokkur í eignasöfnum bæði lífeyrissjóða og einstaklinga sem hafa þannig fjárráð og nágrann og það er svolítið þreytt umræða, ég skal ekki segja en þarna kemur þetta vaxtastigið, þetta held ég kannski hvað þyngst inn og kostnaðurinn við að byggja og fórnarkostnaðurinn að því að byggja húsnæði versus að gera eitthvað annað með fjármunina. Þeir hafa hins að skila af sér mjög vel og kannski tengist það meiri sig að trausti og trúnaði fjárfesta á íslensku markaði bara hlutabréfamarkaðurinn hefur barist í bökkum og kannski eftir þetta fjármálaáfall sem við öll gengum í gegnum að þá er einhvern veginn traust og trúnaður gagnvart hlutabréfa og ég skil eiginlega ekki af hverju fleiri fyrirtæki fara á ekki markað og sækja sér fjármagn, hugsanlega vegna þess að húsnæðis stabbinn hefur bara gefið vel af sér. Og nú er náttúrulega svolítið öldin önnur því að eftirspurnin hefur ekki látið bíða eftir sér þó svo frambúðið sér til staðar og það er náttúrulega þetta að það eru lánaskilyrðin eru til staðar sem að Seðlabankinn setur og hann gerir það ekkert af einhverju illkvittni, hann gerir það til þess að verja fólk fyrir áföllum þegar lengra í lætur og koma í veg fyrir einhvers konar að fólk lendi undir vatninu í stærstu fjármögnun. En Guðrún, hvað segir við þá sem að fá ekki greiðslumat vegna þess að bankinn kemst að því að þau geta ekki staðið undir 220.000 króna greiðslum að láni en þau eru að borga 370.000 krónur í húsaleigu og þeim finnst þetta kerfi óendanlega ósanngjarnt. Já, það má alveg setja það merkið á það hvort það er sanngjarnt eða ósanngjarnt. Staðan er hins vegar uppi núna með þessum hætti og oft hefur verið erfitt að kaupa húsnæði, það vitum við bæði í gegnum söguna Þetta tengist líka efni sem við kannski förum að tala um svo síðar í þættinum, það er atvinnustefna og við höfum lent í fjármálaáfalli, við höfum lent í heimsfaraldri og hann breytti bara í grundvallaratriðum samsetningu fólksins hér á landi og ég held að það hafi verið stórlega misráðið af stjórnvöldum á þeim tíma til dæmis að niðurgreiða uppsagnir á fólki í ferðaþjónustu. Það er að segja að það fólk sem var ófaglært því var sagt upp í faraldrinum með niðurgreiðslu frá ríkinu það átti að ráðstafa alltaf 24 milljörðum á þessum tíma í þetta
sem gerði það verkum að fólki fann sér bara annan farveg, fór að vinna fyrir hið opinbera og á öldrunarheimilum og liðsinna sjúkum og veikum og börnum. Þannig að þegar faraldurinn gengur svo sinn veg og farin, að þá náttúrulega fólk með fullar hendur fjár eftir að hafa ekki gert neitt í hátt í 2 ár tilbúið til þess að fara út og ferðast. Og það kemur í stórum hluta til Íslands vegna þess að Egyptaland og aðri staðir í heiminum eru viðsjárverðir, það verður svona stríð, þetta allt saman, þetta ekki þetta maður verður að hugsa þetta svolítið í samhengi við umhverfið. Og núna náttúrulega bara þegar fyrsta staðan þessi, þá verður þetta að bregðast við henni. Og ég held að ríkisvaldið hefur afl til þess að gera það. Mér finnst það líka áhugaverðar tillögur sem hafa komið fram þar sem að byggingaraðilar eru að setja upp sjóði og nota sameignarformið til þess að létta þessum ákvæðum þannig að fólk þurfi ekki að leggja fram eigið fé og getur komið með leigugreiðslurnar bara inn í og greitt niður. En er þetta ekki eins og kúlulán? Er þetta ekki bara til þess að þú fær meiri lán til þess að kaupa eign sem of dýr? Sko, ég held að það sé útfærslu atriði og ég tek nú bara undir orð Ragnars Þórs Ingólfsson sem við rættum það að fara vel yfir lánaskilmálana og núna hefur við orðið var við það eða farið í gegnum það tvísa sinni núna á síðustu 10 árum að lánaskilmálar hafa verið dæmdir ólöglegir í okkar kerfi. Þetta alltaf algjör skandall að við skulum ganga í gegnum það að gjaldeyrislánin eru óljós og svo núna lán sem eru óljós og byggja óljósum grunni og fara gegn neytendavernd. Þannig ég held að það sé klárt mál að auðvitað þarf stjórnvöld að standa vörð það. En ég held að til þess að líflegt og lífvænlegt samfélag verði, þá verður við að nýta alla krafta til atvinnusköpunar og uppbyggingar. Hvort sem það einkaaðilarnir, ríkisvaldið og svo kannski mögulega einhver svona miðjuleið, samvinnufélög, sameignar og bara nota hugvitið svolítið. Ríkisstjórnin alltaf að boða nýja atvinnustefnu, ég held hún hafi ekki alveg komið fram. Veist þú hver hún ætti að vera? Já, það er nú komin fram drög að atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar. En það er ekki svona bara almennt? Nei, alls ekki. Við hjá Samtökum iðnaðarins höfum bara bundið vonir við þessa vinnu og svona mætti stundum ætla umræðina að þetta sé einhver handstýring ríkisvaldsins á því hvers konar fyrirtæki verði til eða blómstri eða vaxi eða hvaða atvinnugreinar verða til. Það er alls ekki þannig. Í öllum löndum hérna í kringum okkur sem við berum okkur svona gjarnan saman við í bara samfélagsformi og öðru að þá er einhvers konar iðnaðar, þetta er yfirleitt kallað industrial policy, það er einhvers konar iðnaðar eða atvinnustefna sem vísar veginn svona inn í framtíðina og hvort sem okkur líkar að betur eða verð, að þá hafa ákvarðanir ríkisins og ríkisvaldsins og ákvarðanir sem eru teknar inn á Alþingi og í ráðuneytum áhrif á atvinnurekstur allan daga. Og er þá ekki betra að vera með opin augu og vera með einhverja sýn inn í framtíðina og þetta er kallað vaxtaplan og við höfum bara heilt yfir hrósa þessari vinnu. Ég myndi ekki segja að þetta væri svona bara eitthvað loðið og óljóst, heldur þarna verið að horfa á að þarna er rauði þráðurinn í þessari stefnu sem er nú þegar komin fram og hún er núna í samráði, þannig að við erum nú að rýna hana betur, er að auka framleiðni. Og framleiðni eru þetta hugtak sem að kannski ekki allir þekkja alveg nákvæmlega en heyra mikið og það snýst verðmæta sköpun það snýst að skapa sem mest verðmæti á hvert starf og oft sérstaklega ef við horfum inn í fortíðina þá er að tala hversu mörg störf verða til með þessari hinni uppbyggingunni. Í rauninni snýst þetta ekki hversu mörg störf og hér á Íslandi þarf nú ekki að endilega búa til mikið af fleiri störfum, heldur þarf að búa til verðmætari störf. Hverju klukkustund því oft við bara meira. Eða á hvern starfsmann eða stöðugildi og helst klukkustund Svo vissum við ekki að vinna eftirvinna eins og við gerðum. Alveg rétt. Ég er kannski dreigja úr því eitthvað núna, ég veit ekki. Þannig að þannig verið og án þess að ég sé talsmaður atvinnustefnunnar þá erum við ánægð með þessar áherslur hjá Samtökum iðnaðarins að þannig verið að horfa á háframleiðni störf og vöxt útflutnings í háframleiðni greinum og þetta er ekki bara einhverjar setningar og eitthvað loðið hugtak. Hvað gerir ríkið til þess að auðvitað þetta?
Meðal annars að fara í raforkuöflun, afla meiri raforku í landinu. Við erum alltaf mikið raforku núna að hlýðu. Já, meðan það er náttúrulega auðvitað áfall sem að, sko. En það er svo sannarlega nauðsynlegt. Það er svo sannarlega nauðsynlegt að svona vera með fyrirsjónleika í öflun raforku inn í framtíðina. Það er hægt að horfa á skattkerfi, það er hægt að horfa á regluverk, að létta á íþyngjandi regluverki sem oft á tíðum getur verið mjög hamlandi í atvinnuuppbyggingu. Forsætisráðherra hefur líka lýst því yfir að tími stórframkvæmda sé hafinn og ný og við fögnum því og það er held ég enginn að tala um aðra Kárahnjúkavirkjun eða einhverjar slíkar stórframkvæmdir en horfum bara á hvernig lífskjör á Íslandi byggðust upp og þau byggðust upp að hluta til með atvinnustefnu í verki þó að það hafi ekki verið kallað atvinnustefna og álverin kom ekki bara fyrir tilviljun því að þeim leist vel á Ísland. Það var markvisst unnið að því að halvu stjórnmálamanna á sínum tíma að sækja þessi tækifæri, hefja raforkuframleiðslu og svo framvegis. Þannig að við allan að bindum vonir við það, þetta getur orðið leiðarljósin í framtíðina og eins og hefur verið bent á, þá hefur hagvöxtur á mann ekki verið að aukast mikið á undanförnum árum og lífskjör byggja á framleiðni en ekki bara hverskyns hagvexti. Þannig að ég held að þetta sé svona rauði þráðurinn sem við erum allan að sátt með hingað til og munum svona beita okkur fyrir því að þetta fari í góðan farveg. 100 ný störf verða til tímabundið allan við NATO-höfnina á Reykjanesi? Já, ég held að sko það sem ég kannski kalla eftir aðeins er að ég tek undir því sem að Sigríður segir að ég held að það sé mjög mikilvægt skrifað að stjórnvöld taki sér saman í andlitinu. Ég veit ekki, ég þarf að lesa þessu sögu atvinnustefnu á Íslandi, ég minnst hún hafa svona litið tilbaka, þá finnst hún hafa verið svolítið hipsum haps og svona góður hugmyndir hjá einhverjum kúl náungum sem hefur náð fram að ganga. Það hefur verið stefnan. Og kannski ekki alltaf svona tengd framleiðslu þættirnir ekki alveg stiltir saman og hvað við framleiðum hverju sinni til dæmis eins og við ætlum að verða fremst í háskólakennslu og rannsóknum og það kom tíma fjármagn og svona inn í það og svo þróaðist eiginlega atvinnumarkaðurinn þannig að það var ekki störf fyrir þetta góða vinnuafl sem við vorum búin að leggja fram og fjárfesta í. Þannig að ég held að sérstaklega fyrir svona lítið land eins og okkar er það stóra land með fámenna þjóð að þá þurfum við þá vigtar einstaklingunum svo mikið og við erum bara svo heppin að það er svo margt sem við höfum úr að móða. Maður sér hvernig sjávarútvegurinn, þú veist, margt slæmt að segja hann auðvitað og hvernig svona samþjöppunin hefur orðið og þeim markmið allt það. En það verður ekki hægt að segja annað en að það hafi verið góð framþróun og nýsköpun á því sviði. Ég meina, ég var með útlendinga í heimsóknunni kringu þakkargjörðarhátíðina og þeir vildi fá íslensk ljúfmeti eða delikatessan og ég náttúrulega vissi ekkert mannaði heldur bara hákall og magál og léttmjólk og harsónegg og lifrapilsu og svo var ég að segja þeim frá því að hvernig lifrapilsan er búin til og okkur gekk ágætlega að nýta alla kindina og sama má segja að við nýtum allan fiskinn og þetta er stórkostlegt. En þetta sjávarútvegurinn háframleiðni grein. Þetta er háframleiðni grein og færri inputs í rauninni eða aðföng hafa þurft til að framleiða meiri gæði þannig að það er dæmi það. Þannig er það að tala bara kannski 3% af aflanum er fullunnin. Stór hluti er bara fluttur óunnin úr landi, sífellt meira og meira og við erum ekkert að fá herra verð fyrir afurðum okkur heldur á norðmenn eða eitthvað, þannig að við erum ekkert sérlega góði í sjávarútvegi. Það við getum búið til smyrsl og fleira á róðinu. Já, en við erum búin að gera það og fleiri svona afurðir sem hafa. Svo auðvitað spyr maður sig allt þetta ál sem við erum að búið til. Hvers vegna er ekki að fullvinna það? Ég get bara upplýst að það er alltaf gaman að segja frá þessu sögu. Þegar ég var krakki þá var maður að velta, eða unglingur skulum við segja, að maður var að velta sér fyrir hvað alltaf verða þegar maður er stór sem ég ekki ákveðið ennþá að segja það. En í þá daga var verið að bera saman, það var grein í blaði þar sem var verið að taka viðtal við verkamann sem hafði flutt frá Austfjörðum held ég hafi verið til Danmerkur og hann hafði verið að vinna í síld á Austfjörðum og flutti sig yfir og þar fekk hann hærri laun meiri stuðning frá hinu opinbera, það voru lægri skattar á hann og lífið var mun betra fyrir hann. Og betri veður. Og ég skal ekki segja það, já það fyrir eftir já, sennilega. Í Danmörku er það yfir betra heldur en á þeim tíma allavega. Og hvað var hann að starfa við í Danmörku? Hann var að setja síld
selt íslenska síld og krukkur í Danmörku og maður veldi fyrir sig hvers vegna, akkur er þetta svona, hvað veldur, og það er eins og Sigríður var að segja, það er þessi framleiðni sem að þeir hafa náð með að fram með því að búa til og flytja út fullanu vöru og markasetja hana og kunna selja. Kaupmannahafnarbúar eða Kaupmannahöfn heitir ekki Kaupmannahöfn fyrir ekki neitt, sko. En þarna er líka fjárfestingin í nýsköpun algjört lykilatriði. Til þess að auka framleiðni bara í hagkerfinu heilt yfir, að þá er bara eiginlega algjörlega óumdeilt að fjárfesting í nýsköpun leiði til hærri framleiðni. Þannig verið að þróa vörur áfram, rannsóknir og þróun skipta þarna gríðarlega miklu máli og þess vegna erum við líka einmitt ánað með áherslunar í atvinnustefnuna því það er áhersla á fjárfestingu í nýsköpun. En við erum svolítið að bakka líka til dæmis. Voru fiskibólurnar eru búin til í Noregi, held ég. Pólandi og eru gular á leitin. Ég held að fæsta þessu vöru sem við höldum að sé búin til hér. Það var fiskbúðingurinn sem var svo ljótur. En við erum að framleiða lyf og heimsmælikvarða, við erum að hugverkaiðnaðurinn sem er 4. útflutningsstoð þjóðarbúsins hefur vaxið mikið og það teljum við að sé lykilatriði í svona sjálfbærari hagvöxti til framtíðar að vera komið með, eins og ég segi stundum, 4. fótinn undir stólinn og hagkerfið okkar hefur náttúrulega sögulega séð verið svona frekar sveiflukennt og mjög í hagsögunni og ég allavega horfi bjartsýn á framtíðina hvað það varða þó að núna undanfarin misseri höfum við verið að glíma við fjölmörg áföll sem að auðvitað hafa núna skapað skilyrði fyrir vaxtalækkun sem er þá allavega litla jákvæða ljós í þeim áföllum en við erum ekkert með eitthvað umframmagna raforku það og þessi tímabundi áfall og framleiðslustöðvun. En byrjuðum með sjávarútveginn að það bara, við sögum frá því daginn að í fréttatíma í okkur að íslenski sjávarklasinn fékk stóran styrk vegna þess að þeir eru að stefna því 100% nýtingu á þorskinum. Og eru komin svolítið langt á veg með það, sko. En þeir fengum bara stóra styrk. Og ég er bara að benda á sama tíma þessi þróun og það er að benda á dæminum hana, að þá er að aukast útflutningur á áunnu fiski. Þannig að á sama tíma við erum að stefna því að auka framleiðnina og auka verðmæti starfana, að þá er líka efnahagslegar ástæður sem að stjórnendur fyrirtækjanna taka. Til þess að breyta okkur svolítið í hráefnis framleiðenda fyrir fiskvinnslu í austurströnd Englands eða í Póllandi. Mér finnst full ástæða til þess að þú veist svona vita aðeins meira af því sko, er það vegna þess að virðið er einfaldlega hærra af fiskinu þegar hann er óunninn eða er verið að flytja nú til þess að þróan eða fullvinnan annars staðar en mér langar svolítið til þess að segja sko, ég hlakka náttúrulega til þess að eiga í frekari samræði við Sigríði sko þennan ríkistyrk á nýsköpun sem ég tek undir að sé mjög mikilvægur en við erum náttúrulega kannski eins og allir svona talking with their trade, ég kemur úr akademíunni og hún kemur frá samtökum miðnaðarins og ég kalla eftir því, ég þarf að sjá það aðeins betur hvernig stjórnvöld ætla að nýta háskólana og rannsóknir, sko rannsóknir eiga sér stað innan fyrirtækja sem er fínt en þeir eiga sér fyrst og fremst stað innan háskólana. Það sem að sko, það er allt öðruvísi, við getum farið að langt málum það, bara annar þáttur það hvernig sko, áhættu prófílinn er gagnvart rannsóknum þegar þú ert annars vegar innan einkafyrirtækis og hins vegar innan háskólasamfélagsins og það er gríðarlega fjármunir sem farið í þetta. Við fjallaðum þetta við Rauðaborðið, það hefur aukist gríðarlegu stuðningur við rannsóknir innan fyrirtækja en ekki í háskólanum. Nei, það er er hún ekki í mótu núna, þannig að þá er tækifærið að taka þetta samtal þegar ég held að það verði að vera miklu meira samstarf á milli fyrirtækja og háskóla heldur en hefur verið við tökum algjörlega heilsugur undir það það er verið að endurskoða, það er nú stendur yfir heildar endurskoðun og lögum stuðningu nýsköpunarfyrirtæki sem þessi skattakvatar byggja á og fyrsta frumvarpið að við gerum ráð fyrir nokkrum er komið fram nú þegar og það er aðeins verið að skerpa á kerfinu bara byggt á reynslu síðustu ára en við höfum gefið út greiningar á þessu kerfi líka og
þetta kerfi sem við lýði í flestum Evrópuríkjum, ef ekki öllum. Auðvitað þurfum við að læra af reynslunni, eitthvað í kerfinu sem má bæta. Ég tek alveg undir að auðvitað eru þessar grunnrannsóknir í háskólanum gríðarlega mikilvægar, en ef við erum að horfa á þetta sem hvata sem að skila sér tilbaka í bara þjóðarbúið, að þá auðvitað þarf þetta að vera hagnýtar rannsóknir sem verða svo að verðmætum, ekki bara inn í háskólanum, og þess vegna skiptir þetta samstarf háskólana og atvinnulífsins svo miklu máli. Marel í háskólanum. Ég meina þú flest nýsköpun sem á sér stað. Allt sem skiptir máli. Hún á sér stað. Þetta orðið alþjóðlega fyrirtæki En þetta bara ég ekki allt sem í iPhone-inu þínu með á uppruna sinni í háskólarannsóknum og rannsóknum og NASA og opinberum stofnunum. Herútgjöldum líka. Já, álframleiðsla. Hitt bara sölumennska. Frysta fiskinn, þetta allt saman byggt á rannsóknum úr háskólanum. En við allan erum komin árangurinn af þessu kerfi að minnstakosti sá, og ég tel hans miklu fjölþættari, að við erum að sjá hugverkaiðnaðinn vaxa og dafna. Við sáum í COVID þegar það nefna hlutabótaleiðina á þann, sem ég held að við höfum svona leynt líka gagnrýnt, að við segjum þá á þeim tíma, heyrðu, þið eruð að fara niðurgreiða laun starfsmann sem sitja heima og gera ekki neitt í rauninni með ríkisútgjöldum. Af hverju ekki þá, að því að rannsóknar og þróun 90% launakostnaður. Þetta bara laun sérfræðinga, og þannig skattakvatarnir voru hækkaðir á tímum COVID til þess að bregðast við, og sama tíma þá fjölgaði starfsfólki í hugverkaiðnaði, fyrirtæki hættu við að segja upp heilu rannsóknar og þróunarteimunum og héldu þeim í vinnu. Þannig að þetta skiptir mjög miklu máli, og Íslandi núna komið lengra í fjárfestingu í rannsóknar og þróun sem hlutfall af landsframleiðslu en meðaltali Evrópuríkin. Ég var alls ekki að gagnrýna hluta bótaleiðina, að lækka starfshlutfall fólks. Heldur að segja þau upp með með ríkisstyrk. Ég er búin að átta með einu sem gaman blaðamaður, að Sigga Dögg ætti að punkta þetta hjá sér, og í staðin fyrir að vera að tala um lýðræði og svona, þá var hann að vera að tala um atvinnustefnu í fjölmiðlum, hann að vera að tala sem er mjög slæm, af því að það hefur fólk farið út úr fjölmiðlunum og orðið upplýsingafulltrúar sem að koma með miklu verri vöru inn á lýðræðislega vettvanginn, allt litað einhverjum hagsmunum og eitthvað fleira. Þannig ég myndi taka þessar tvær og móta svona kröfu blaðamannafélagsins sem atvinnustefnu hjá fjölmiðlum. Því að ríkisstjórnin hefur áhuga á því, miklu frekar heldur en lýðræði, eða eins og sést til dæmis að ríkisstjórnin hefur sáralítinn áhuga til þess á íslenskunni, sem að enginn er í vafa að þurfi skjótar stórtækar aðgerðir ef ekki á að fara illa. En ég sé ekki þennan áhuga. Og þar eru fjölmiðlarnir bara lykilþáttur. Já, það er það. En því snar hætti, því að Ég get alveg haldið áfram. Það er fyrst með leikskólaumræðinu. Já, leikskóla, já. Með nokkra punkt hérna, það var með þetta. Leikskólana. Barnið mitt er komið af leikskóla aldrei, þannig ég þekki þetta nú kannski ekki svona á eigin skinni í dag. En þetta tengist náttúrulega líka kannski önnur umræða sem ég myndi frekar vilja koma inn á, það er fæðingarorlofskerfið. Og það er búið svolítið umræða það í vikunni. Það var ung kona held í læknanemi sem skrifaði mjög flotta grein. Og dóttir mín er 13 ára gömul, ég var með henni í fæðingarorlofi í 12 mánuði held ég, 11,5 eitthvað svo leiðis. Mér var nógu erfitt að fara frá henni á þeim tíma út á vinnumarkaðinn, þannig ég held að það þurfa að skoða, og á mínu mati sem bara til ung kona, að það þarf að skoða þetta kerfi alveg klárlega, og þetta gæti þá mögulega líka tengst leikskólamálunum að því leyti að því lengur sem óaðgreinanlegt. Algjörlega, og því lengur sem að foreldrar geta verið þá heima með börnin, þá ætti að minnka pressu á leikskólakerfi. Já, ég held að þetta er alltaf stór mál varðandi fæðingarorlofið, og við erum náttúrulega við þurfum að þess að klappa okkur á bakvið fyrir það að vera fremst í stafni hvað jafnréttismál varðar, og þetta nú á kvennaárinu 2025 og með 70 ár, nei, 50 ár síðan stóri fundurinn var. Og hjá einmitt eftir þessari grein sem er frábært að sjá að hafi náð svona vel í gegn. Það er náttúrulega freistandi að fara aftur í söguna og segja frá því hvernig þetta kerfi var hugsað í upphafi, og það eru náttúrulega margar réttarbætur sem komu til þannig kringum aldamótin síðustu þegar það var sett á. Og einn hluti er sá að tryggja réttindi barns til samneytis við báða foreldra sína. Og svo eru frábærar rannsóknir sem hafa komið fram eftir að þetta var sett upp, að ef foreldrarnir skipta með sér fæðingarorlofi, að þá leiðir það til traustara hjónabands.
og minni líkur á skilnaði sem skiptir mjög miklu máli. Gæti verið öfugt að þessi traustari hjónabandin sem að deila með sér fæðingarorlofi. Ekki samkvæmt rannsóknum. Nei, ok. Ekki samkvæmt rannsóknum. En á ekki bara að leyfa foreldrum að ráða þessu? Nei, það? alls ekki. Nei, ég meina ein af ástæðanum fyrir það við erum svona framalega í jafnréttismálum í Íslandi, í heiminum, einmitt á þessar ákvarðin, þessi róttaka ákvarðin okkar heimila ekki frjálsa skiptingu og fæðingarorlofi. En þá erum við ekki að treysta konum, sko. Þetta er bara, svo umræða var ef ég vildi verið í 12 mánuði. Hvernig hafa jafnréttisbætur náð fram í samfélaginu? Með því að þvinga þeir. Það er bara svolítið þannig. Við bara sáum hvað gerist þegar að það var það hefur verið grundvallar breyting á stjórnum fyrirtækja, hvað konum hefur fjölgað í stjórnum fyrirtækja eftir að voru sett það. Algjörlega. Sett lög það og það hefði ekkert gerst að sjálfu sér. En það er allt öðruvísi þvingun heldur en að í rauninni þvinga konur út á vinnumarka kannski frá 6 til 7 mánaða gömlu barni. Og keyra heim í hádeginu að gefa brjóst og ég veit ekki hvernig það er kvenréttindi. Fullu jafnrétti hefur verið náð í atvinnulífinu, það sem að fullt launajafnrétti, konur eru líklegar til að stýra fyrirtækjum, hvað er margar konur sem stýra fyrirtækjum á hlutabréfamarkaði? 1. Nei, það eru 3 eða 4 ár. Já, einmitt. Þannig að þú veist, þegar við erum komið með jafnrétti í atvinnulífinu og launajafnrétti og fullkomlega í jafna stöðu kvenna og kalla þar, þá skulum við fara að ræða það, hvort við eigum aðeins að slaka á þessum kröfum hver á að gera hvar. Ég held að það er bara þannig. Það mun ekki hjálpa konum í atvinnulífinu, það er það sem ég er að segja. Það mun einmitt hjálpa konum í atvinnulífinu. Að fara frá 6-7 mánaða gömlu barni. Það mun einmitt ekki hjálpa konum í atvinnulífinu ef þú veist að kona á barningaraldri er líklegri til þess að vera 9-10 mánuði í fæðingarorlofi og meðan kallinn bara fara, í 2 eða 3. Það er ekki að fara að hjálpa neinum konum í atvinnulífinu. Nei, það er nákvæmlega kjarni málsins, jaðarframleiðni kynjanna þarf að vera svo sama og það þarf að vera jafn mikil áhætta að taka unga konu í vinnu eins og ungan karlmann. Og staðreyndin er svo að launamunur kynjara, hann var minnstur árið 2022, 8,6%. 9, ég tók þessi, fyrirgefið, ég er ekki með rétta tölur, ég þarf að fletta þessu upp. Í dag er óleiðréttur launamunur karla og kvenna 10,4% árið 2024. 11,1% án opinbera geirans sem segir manni að einkageirinn er betri í þessu heldur en hið opinbera. Hins vegar voru mælingarnar þannig árið 2008 þegar við byrjuðum að mæla þetta með kerfisbundnum hætti, þá var munurinn 20%. 20%. Og hann fór lægst í 8,6 árið 2022. Í dag er hann 10,4. Þetta er afturför. Þetta er afturför. Má ég spyrja því svo barni hvað er í jaðarframleiðni? Já, þakkaði fyrir að spyrja því. Það er að segja, þú veist, þegar þú setur eitthvað svona aðföng inn hversu mikið kemur út úr þeim. Næsta starfsmann sem þú tekur að þér. Ég veit að kemur meira út úr konuna að kemur heilt barn. Já, það er annað mál. Það þarf líka hjálp við það. Við gerum þetta ekki einar. En þannig að þegar þú ert að taka ákvörðun það hvað ætlar að við næsta starfsmann sem þú ræður, ætlar að taka ungan karlmann eða unga konu. Og staða þeirra verður að vera á jöfn og hún er það ekki. Heldur, hvert barn sem þú fæðir lækkar launin þín út starfsævina. Og ég segi bara, ég vil gjarnan hlusta á unga fólkið og laga þetta kerfi að þeirra þörfum. En ég er að hlusta á unga fólkið. Nei, ég er að gera það. Ég er ekki búin. Vera sterkust varðandi námsfólk. Að við varum ekki að styðja námsfólk. Það var eiginlega ómögulegt að eignast barn í námi. En það er bara alltaf umræða. Það er alltaf umræða. Ég legg bara til, ef við leggjum mikið upp úr þessu og við vitum að hjónaskilnaður minnki og aðbúnaður barna lagast og gerir okkur betur kleift að byggja upp sterkt fólk sem líður vel, í staðinn fyrir að verja peningunum í að skikka fólk til sem að líður illa brotið með einhverjum hætti stríð á ævinni. Höfum bara fæðingarorlofi 105% af tekjum. Hækkum það, ekki 80%, 105%. Þá fara allir inn í kerfið og svo geta menn bara eftir behag lengt eða ráðsta á þessum 105% eins og þeim hendar. Mér langar að sljóta inn að þetta með 80%.
að það hefur komið fram að það munur á fæðingartíðinni eftir stéttum. Þeir sem eru með lægri tekjurnar eignast síður börn. Það má vera að trufli okkur að það er svo stór hluti af þeim sem eru með lægstu tekjurnar eru innflytjendur sem hafa lítið bakland og það er eiginlega, stuðningskerfið er ekki það gott að það er eiginlega, það er mjög erfitt að eignast barn á þess að hafa af og ömmu eða eitthvað nálægt sér. Þetta með 80%. Að sá sem ekki getur lifað af 100% af launum sínum, af því hann er með svo lágur launum, hann getur aldrei lifað með barn með 80%. Þannig að mér finnst það vera miklu meira áreiðandi að hækka þetta eða hækka bara grunninn, þannig að vera bara 750 verið lágmarkið, heldur en að vera að hækka efri mörkin til þess að betur launuðu kallarnir sjáu sér fjárhagslega hagaði að taka fæðingarorlof. Eitt sem að þú sagðir áðan, Sigríður, var hversu erfitt að væri fyrir konur að fara aftur út af vinnumarkaðin frá litlu barni og ósanngjarnt í rauninni. Ég sagði nú ekki kannski erfitt að fara út á vinnumarkaðin en bara frá barninu sínu allan daginn með að jafnvel að brjósti. En hversu umlegt er það fyrir kallmenn að fá ekki að njóta þess að vera með ungu barni eins lengi og hann vill? Þess vegna ég að tala fyrir vali. Ég er bara að tala fyrir því að foreldrar geti skipt þessu milli sinni eins og þeim hentar hverju sinni. Svona fjárhagur heimilana er þannig að það borgar sig fyrir fjölskylduna að kallin sig út að vinna og konan sig heima einmitt vegna þess að við höfum ekki efnaði, þetta er náttúrulega bara hækka fæðingarorlofsgreiðslur fyrir alla. Þá er þetta í rauninni ekki val fyrir fólk ef að þetta skiptir svo miklu máli og það skiptir miklu máli að geta haft sem mestu tekjurni, það er bara þannig. Já, ég held að sé bara kjarnaatriði hérna ef að ungar konur vilja standa í þeirri baráttu áfram að vera viðvarandi með lægri laun, hafa minni séns á framgangi í starfi, þá skulum við hafa þetta svona valfest. Einstaklingsbundin réttur til fæðingarorlofs tryggir þetta. Og það er bara engum blöðum, þetta er bara staðfræðileg staðrind. En tilfinningulega staðrættinnar vantar kannski aðeins inn í þetta. Ekki hjá þér, ég er ekki að segja það. Ég er ekki með það. Nei, ég er bara að tala já. Bara Excel segir þetta. Já, já. En þetta tengist kannski máli sem er töluvert að fjalla allan heim sem er fall í fæðingartíðinni. Ég veit ekki gott að þeir viljið blanda þessu saman. En ég er bara með eitt graf sem ég var að sjá að það eru allir Suður-Ameríka, Norður-Ameríka, Evrópa, Asía, Mið-Asía, það er allt komið niður fyrir 2,1. Það er eiginlega bara Afríka, sunnan Sahara og það mér sýnist á niðurleiðinni að það er nú oft verið að tala um það að fólk í Mið-Austurlöndum eignir sem eru börn og munu taka yfir menningu okkar. Það er bara korter þannig að þeir þetta niður fyrir í fæðingartíðinni. Erum við ekki fyrsta sinn komið niður fyrir 2? Já. Og mun meira meðal innflytjenda heldur en innfæddra. Já, ég held að þetta sé það er kannski ekki að blanda þessu beitt saman, alls ekki, en vissulega getur að horta að það sem svona þurfa efnislega hvað til þess að eignast fleiri börn. Það er bara fjárfesting samfélagsins að sem flest börn komi. Já, akkurat. En þau getur náttúrulega líka komið utanlands frá, eða að verði meira mix á svona fjölbreytni samfélagsins. En við sjáum, ég var bara í skemmtilegu boði í gærkvöldi og var svo heppin að fá góðan tíma til að ræða við kollega sem er frá Finnlandi. Og ég bara gerði mikið greið, það er svo stór heimurinn, maður er svo upptekin að því að fylgjast með Trump og einhver svona ógn í vestri og líka í austri. Þannig að maður hefur einhvern veginn ekki haft athyglisbann til þess að fylgjast með Norðurlöndunum almennilega. En Finnar eru með mjög harða innflytjendastefnu, bara virkilega. Og þeir fóru mjög snemma í hana. Þeir sannir Finnar ná völdum þetta á tímabili, þeir bara nánast loka landamærunum. Og nú er staðan bara svo að þeir sem að koma til landsins og ungt fólk vill helst starfa og búa þar sem störfin eru, sem er í þéttbýlinu. Og fólk hefur í Finndinni haft þessi litlu dreifða byggð, en staðan er svo að húsin standa auð, það er engin iðnaður með á svæðunum, það er bara atvinnustarfsemi mjög í miklum svona erfiðleikum og þeir eru bara í miklum vandræðum. Það hefur orðið töluverð aukning
fiskal, aukning Ríkisútgjalda. Já, ríkisútgjalda, það er að segja aukning opinberra skulda og framleiðslan er á undanhaldi. Þannig að það er mjög varhugaverð leið út úr málunum að loka landamærunum. Þetta við verðum frétti frá Spáni þetta. Það sem er bara stórkostlegur vandi að í dreifðari byggðunum að þar er oft eldra fólkið. Það eru yngra fólki farið í bæinn og það er hlutfallslega meira eldra fólki í dreifðari byggðunum. Og innflytjendurnir kom ekki þangað. Þannig þeir eru í borgunum. Og það er bara að velta fyrir að byrja hvernig getum við lokkað innflytjendurnar út í dreifðari byggðir til þess að sinna eldra fólkinu og halda bara kerfinu gangandi. Því þar er bara mjög hröð svona hnignun samfélagana og eiginlega komið á þannig að það er bara háskaleg stig. Það er ekki hægt að veita almennilega heilbrigðisþjónustu og slíkt. Já, ég er könnun á því kvótaflóttafólk. Það var Blönduósi og víðar svona. Og þau eru, einhverjum ára seinna þá er þetta undantekningar lítið, öll flutt. Það er reyndar öðruvísi hjá okkur að við erum með miklu hærra hlutfall innflytjenda í smáum byggðarlögum eins og Patreksfirði og bara eiginlega allstaðnum í Skagafirði held ég. Það eru margir staðir út á landi þar sem eru miklu fleiri innflytjendur en til dæmis í Garðabænum, þar sem eru bara 5% innflytjendur. En er ekki einhver millivögur bara millivögur frá því sem Finnar gerðu og svo Danir og Svíar sem eru líka að glíma við afleiðingar neikvæðar af of opnum landamærum? Algjörlega. Ég ætla ekki að grípa fram í fyrir nafna. Þetta er mjög vandum farið. Ég ætla bara að segja innflytjendur eru bara eins og annað fólk. Þau velja bara sömu hluti og við, þau velja menningu, þau velja þjónustu, þau velja fjölbreytni í störfum og ég sé, eðlilega þá bara verður þróunin svo sama með innflytjandi eins og annara íbúa í landinu. Það þarf þá að grípa til aðgerða til þess að lokka hvern sem er. Íslendingi eða innflytjendur út á land ef það er eitthvað svona byggðarstefna sem við viljum grípa til. Ég held að við séum ekki þessum vanda hérna. Ég held að sé búið að vera undanfarið 3-4 ár. Það sem er ekki í fyrsta skipti bara frá stríði. Það sem er ekki tilfærsla fólki frá landsbyggðinni yfir í og það er náttúrulega ferðamannaþjónusta sem að bjóða það til. Og líka fyrirtæki svo Keresis og Gagnaverin og fleiri sem hafa verið að spretta landið og verið að skapa mjög mikilvæg og verðmætt og fjarvinnu möguleikar. Algjörlega. Og húsnæðismarkaðurinn. En ég held að þarna vandi fylgir vaxandi hverfi. Þú veist, við erum að passa okkur á því að stuðleggja of hröðum vexti, hvað sem það er, til dæmis of hröðum vexti í innflytjendatölunni og einmitt að einblína og mér sýnist það sem áherslu atriði er hjá stjórnvöldu núna að þessi framleiðni aukning það er hún sem að mun færa okkur lífskjörun á endanum, hversu mörg sem við verðum á plánetunni því að svo er líka takmörk fyrir því hversu mörg við getum verið þannig að við ætlum að geta endilega kannski alltaf að stuðla að sem mestum vexti en það þýðir auðvitað að það verða efnahagslegar afleiðingar af því að byggja ekki hagvöxtun á nýju fólki hvort sem það er innflytjendur eða ný börn. Aha. Nú er framlengingin eiginlega búin. Já. Þannig að ég ætla að þakka ykkur fyrir komuna. Sigríður Guðjónsdóttir, formaður Blaðamanna félagsins, Guðrún Jónsson og þú ert prófessor og deildarforseti viðskiptadeildar á Bifröst. Og Sigríður Móðursson, sviðsstjóri iðnaðar og hugverkasviðs Samtaka iðnaðarins. Þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna. Og hér á eftir ætlum við að ræðum NATO og Evrópu og Ísland. Það koma Davíð Stefánsson, formaður Valbergs og Stefán Pálsson, sagnfræðingur og ræðum okkur þetta mál. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur. Sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861
2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu með fundi, fræðslu eða kynningar? Vorstjarnan býður baráttuhópum og félagasamtökum aðgang að ódýru húsnæði í 105 Reykjavík. Hafðu samband á vorstjarnan@vorstjarnan.is. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.